Komið sæl, Ingólfur hérna, Þór hjá Rögg Markþjálfun. Verið velkomin þetta vídeo. Í dag ætla ég að fjalla markþjálfa, eða coach, eins og ég kallast. Coach getur náttúrulega verið íþróttasviðið á alla pakkanum. Ég er að kallast fyrirtækja og einstaklingsmarkþjálfi og mitt er að byggja upp einstaklingin til að verða betri útgáfa af sjálfum sér. Og markþjálfun á sér mörg svið, margar aðferðafræði í raun og veru, þó að sé alltaf svona kannski sama lína sem gengur í gegnum allan pakkan, en við erum ekki ráðgjafar. Þannig að því þið voru lítið að koma til okkar, allavega til mín, og biðja mig að ráðgefa þér, segja þér, þú átt að gera svona, afhenda eitthvað skjöl og gera svo vel. En ég get komið fullt af verkfærum sem þú getur unnið úr til þess að þú getur nálgast sjálfan þig á sem hreinastan hátt. Ég er notað mikið markþjálfun til að tengjast hérna inni. Það er að finna frið og ró hér inni, því þá kemur hitt að sjálfum sér. Hérna uppi er svona, hvað getum við kallað það, tölvukerfið sem að vinnur úr upplýsingum sem koma hér. En stundum vill þetta yfirtaka okkur og þetta fær að sitja heima og við náum ekki lengur að stjórna, við bara einhvern veginn erum svona bara einhverjir apparöt á fótum sem að trilla út allt og pointless í einhver rugli. En allir hlutir hafa, getur við kallað tvíþætt, annars vegar það hérna, allir hlutir hafa fyrst andlega þáttinn, eða líkamlega hjartaþáttinn, eða sem sagt tilfinningalegu þáttinn, og hitt svo efnislegi þátturinn. Allt það sem við gerum er byggt upp frá ímyndun. Það er kannski okkar eina stærsti mannskepnun og stærsta vopn, og það er ímyndun sem við getum búið til, sem kemur frá einhver tilfinningu þegar við fyrir að skapa og búið til eitthvað nýtt. Og það er kannski færni sem við getum séð lengra heldur en önnur dýr á plánetunni. En þetta ímyndunarafl byrjar eins og það að þið langar í draumahúsið þitt, það byrjar yfirleitt hvar? Jú, það er einhver tilfinning sem það er að fanga. Það er einhver stærð hús, litir, herbyggjaskipan, hvað á hundurinn að vera, hvað á þvottahús að vera, hvað á svefnherbergi að vera, hvernig á það að vera. Og það var allt á sér staði upp í ímyndunni sem er andlegi þáttur. Síðan verður svo að teikningu. Þau eru búin að koma ímyndunaraflinu yfir á blað og þaðan gerist það hvað? Jú, það verður byggt hús eftir raun og veru ímyndun sem einu sinni var, sem var að raunveruleika. Þannig að ef þetta gerist ekki, þá getur rétt ímyndað hvernig er að fara af stað og byggja hús án teikninga. Við getum til dæmis séð hvernig kofabyggingar barna verða oft mjög skemmtilegar og furðulegar, en skemmtilegar enga síður. En þá voru þeir að vinna með ímyndunaraflið og reyna að sniðfæra sig að því og koma því frá sér einhvern veginn. Jú, stundum gengur ekki. En markþjálfun er að brjóta þessar hindranir. Hvað er þess að stoppa þig til þess að halda áfram? Af hverju ferð ekki alla leið? Og það getur ímyndað okkur kannski í raun og veru ef að þú ert staddur á okkur stað í lífinu og vilt hætta að breyta til eða ná árangri eða ná betri skilning á sjálfu þér, hverju gildin og allt þetta. Og það er snýsta hér. Hvað vilt þú? Og það er upp að þú stendur hér á okkur tímamótum. Þetta er þú hér og hér er eitthvað framtíð. Þú sérð aðeins glitt í hérna. Ekki satt, það er einhver smá glæta. Þú sér glitt í eitthvað framtíð, en þú veist ekki alveg hvernig þú átt að fara. Og á leiðinni er oft eitthvað hindranir, eitthvað blokk, þannig að sjónin er skert. Og það sem við gerum, við sem markþjálfar, og ég og þeir sem í þessu bransa, að það er að fá þig til þess að opna auguðín hverjar eru hindranirnar í raun. Og þar af leiðandi þegar þú ert búin að þurrka út þessar hindranir, þá ertu komið með ákveðna sýn á framtíðina sem gerir það verkum að þú kemst hingað í huganum andlegt fyrst og svo þegar þú ert búin að vera hér í andlega heimilinu í smá stund, þá ímyndaðir þér eitthvað, byrjar að teikna eitthvað og út úr þessu kemur þá væntanlega húsið. Fallegt hús, ekki satt. Og hérna hurð og hérna og svo er hérna hundur, allavega og tré og eitthvað, en skilur þetta er það sem við gerum í samveru við þig, af því þetta þarf að koma hvaðan? Jú, það þarf að koma á hjartan. Og allt það sem kemur frá hjartanu er eins og ég kalla, það er sannleikurinn. Allt það sem kemur hérna, það getur verið sannleikurinn, það getur líka verið áhrif annara á þig sem gerir það verkum að draumurinn þinn er ekki þinn, heldur einhver annara. Og þegar menn er að lifa í heimi fyrir einhvern annan og eru aldrei hamingjusamir,
og svo þegar uppgöt allt í einu, ég hef lent í því sjálfur verið með mann hjá mér sem að var í fínni stöðu, hann allt í einu var að berjast við einhver tröll, berjast við einhvern óttan ákveðlega, alltaf fastur í þessar hræðsluvíkt í óttanum, og þar var ég mér nokkuð skipti þá allt í einu uppgötaði hann, allir hans draumar voru ekki hans, heldur voru það einhver hóps sem hann vildi nú langaði að tilheyra, en hann bara áttaði sig ekki að því, afsakið, að hann átti ekkert sjálfur. Hans hjarta réði aldrei för. Það var bara hjarta einhver annar. Og þegar hann komst að þessu, að var hann fyrst pínu reiður við mig, ég sagði ég hef ekkert gert, annað en að eiga samtali og hlusta og endurspegla það sem þú ert að segja. En svo þannig uppgötaði allt í einu, hörðu, þakkaði fyrir maður. Þetta í fyrsta skipti sem ég á líf, þar sem ég get farið að teikna mitt líf, og það var eins og hann kallaði það, þetta fyrsta skipti sem ég getur byrjað að búa til með hreint blað, með hreint borð, búa til hvað ég vil. Og svo byrjaði hann að vinna í þessu og það eru margar hliðar af þessu hvernig masterinn virkar, en ég að tengja því þú verður að fara eins djúpt hér inni, þú var nægan tíma til þess að gera það, og því að þaðan kemur vellíðan, það kemur hreinleikin, það kemur heiðarleikin, að því hjarta getur ekki logið, en hausinn það getur það. Þannig að þegar þú kemst hérinn, þá veistu virkilega hvert þú ert að fara, því þá finnur gildin þín og þá áttar þið á því, hei, ég er kannski að fara einhverju vitlaus á leið. Hver á þess að drauma? Á ég það? Er það mínir? Eða er einhver annara? Þannig að spurningin er, veist þú þína drauma eða þína framtíð? Veistu þinn andlega ímyndaðan heim? Ef þú veist hann ekki, þá er kominn tími til að gera eitthvað og spá í það. Hvað er það sem að þú vilt og hvenær ætlar að gera? Þetta er Ingólfur Þór hjá Rögn Martjóður til þakka fyrir sig. Við sjáumst næst. Bless, bless.